Ertu í skemmtanaiðnaðinum en lætur fræðin á sér standa? Þá held ég að rockskólinn sé svarið við því. Hi, I'm Andy. I'm the main teacher here at the Icelandic Rock School, and you can join us if you dare. Við erum með breskan gestakennara sem búinn að vera hér í 3 ár. We're gonna start with the rock pose, the primary rock pose, you know. Look at this green guy over here. Look at him. Is he great or is he great? He's fucking brilliant. He's wicked. Right, let's try it. I'm gonna show you. You're facing the audience. You're gonna face it. You're gonna explode into the audience with this pose. Right! Rock and roll. You know, you thrust the pose upon the audience. Like this. Now do it, do it, do it, do it. No, you gotta keep a straight right leg, Yeah, push forward, it's rock and roll, it's attitude. Do it, rock over there. It's your weapon, it's your rock and roll weapon. What? Use it. Why can't I just be, like, sing? Oh, are you gonna sing a shit, boy? Sko, það ákveðnir hluti sem maður verður að hafa á hreinu þegar maður að túra landið. Sjoppur, biðröð, maður fer fram fyrir. Ég veit að ég hefði ekki treyst mér til þess að fara inn á svið nema einungis vegna þess að ég fór inn á rockskóla. Það samt eitt mjög mikilvægt atriði áður en maður hendir sjónvarpinu út gluggann. Það er það að maður þarf að vera búinn að opna gluggann. Það er ekkert eins hallærislegt eins og að vera með sjónvarp í fanginu. Að reyna að opna gluggann með fótunum. Kortér áður en þú ákveður að henda út sjónvarpinu eða eitthvað svoleiðis. Þá opnaru og mígur út eða eitthvað svoleiðis. Þá er glugginn orðinn opinn. Já, ég mæli eindregið með rockskólanum. Þeir breyttu algjörlega lífi mínu, það er engin spurning. Eins og þetta til dæmis að þeir fengu mig til að fara og fá mér húðflúr, sögðu það skipti miklu máli. Igga pop-syndrómi, sko, fá mig til að vera að bera hann á ofan og kaupa mig leðurbuxur. Þeir voru með mér í því að velja buxurnar og... Í rockskólanum lærir þú listina að reykja og drekka eftir kúnstarinnar reglum. Við kennum þér mannleg samskipti, hvernig þú kemur fram við annað fólk, vini og vandamenn eftir að þú hefur skotist upp á stjörnuhimininn. Einnig hvernig þú getur farið með fólk eins og skít, þó með góðri samvisku. Þú lærir almenna rockhegðun á hinum opinbera vettvangi og margt fleira. The Icelandic music scene has the power and drive of Gullfoss and Geyser. But I can channel it into the international music scene. It's wicked. Það var gott að byrja að strjúka svona axlina og hendina. Fara svo hægt og rólega að henni eins og ætlar að hvísla eitthvað fallegt að henni. Anda kannski smá. Svo lætur þetta skara skrið. Eins djúpt þú kemst, já, þá veit maður náttúrulega hversu djúpt þú kemst. Ef þú skilur hvað ég á við. En svona fíla druslur, það gera það. Konur? Druslur. Druslur? Já. Já, ég dróst ungur að árum inn í skemmtanabransan. Var þar villur áhandi sauður í einum mikla rock frumskógi. Þangað til að fyrir 2 árum síðan að ég kynntist honum Andi á Vopnafirði, á Vopnaskaki. Leiðin lá beint í rockskólan og síðan hefur þetta verið upp á við. Í lok annarinnar tekur þú próf þar sem hámenntuð og löggildi dómnefnd metur frammistöðu þína og veitir þér prófgráðu sem er metin í lýðháskólanum á Benidorm. Fucking TV! You've got the drive, you've got the energy, but I've got the international rock and roll experience that I can share with you in the rock school today. Vertu ekki hræddur. Hringdu í 43 17 núna. Annað er bull. Rockskólinn.